Já, Óskar, 50 sigur gegn Eyjamönnum, bara samfærandi frammistaða eða eitthvað? Mér fannst það, langstærstan hluta leiksins. Þetta verða, síðustu 10 mínúturna, 10 mínútur korteri verður auðvitað svolítið svona, þú veist, kaos. Meira sér fyrir mig sem elskar gott kaos, þá var það fullt mikið kaos. En, þú veist, mjög öflug frammistaða, langstærstan hluta leiksins á móti liðin sem er búin að vera að góðri siglingu, búin að vinna 3 leiki í röð og er þetta bara öflugt lið. Þannig að ég er bara þokkalega sáttur. Þetta byrjaði á að fá okkur mark nánast alveg í byrjun en síðan svona bara takið yfir leikinn og það var nokkuð samfærandi bara. Já, ég held að það er svona bara ágætis lýsing á þessu, bara mjög einföld og þú skilur kjarnan þarna frá hispinu. Fáum mark okkur snemma en svo, þú veist, var þetta verulega aldrei spurning, þú veist, ég er auðvitað pínu, þegar maður horfir í baksinspegilinn, þá hefði maður viljað fá meira fyrir yfirburðina í fyrri hálfleik, þú veist, það er ekki nógu gott að fara inn með 2 marka, með 2-1 fórustu í hálfleik með yfirburðina, þú veist, og við þurfum að sýna meira drápseðli við og inn í teiknum hjá andstæðingunum. Síðan einmitt skoruðið 3 mörk í seinni hálfleik og komist í ansi þægilega stöðu, hlýtur að vera bara ánægð með hvernig liðið mætti út í seinni hálfleik? Já, mjög ánægð með það, þú veist, það hefur alveg verið, þú veist, við höfum alveg 8 hálfleika, 8 upphaf seinni hálfleika þar sem við höfum verið svona bara ekki alveg komnir út úr klefanum, en það var ekki raunin í dag og ég er mjög ánægð með það og langstærstan hluta, bara sem ég segi, langstærstan hluta, þú veist, erum við bara mjög góðir, þú veist, við erum góðir á boltanum, búið til frábæra stöðu, komum góð færi, erum grimmir í pressunni, varnarmennir halda einbeitingu og veist, það er bara gott veganesti fyrir stjörnuleikinn sem verður væntanlega eftir viku. Róbert Elís búinn að vera flottum í IBF, hann spilar auðvitað ekki í dag. Hvernig hefur verið að fylgjast með honum í sumar? Nei, ég er bara búinn að vera gríðarlega ánægður með Robba. Hann er búinn að spila margar stöður fyrir þá, búinn að standa sig gríðarlega vel, búinn að taka risaskref í þróun sinni sem leikmaður. Þú veist, hann og við erum að fá bara nákvæmlega það sem við vonuðumst eftir út úr þessu láni og ég held að Eyjamenn hljóta að vera mjög ánægðir með það líka, það er allir að græða og við bara, þú veist, við bíðum bara eftir Robba í haust, þá fáum við ennþá öflugri leikmann heldur en þann sem yfirgaf okkur í síðasta ár. Þannig að það verður ekkert skoða að kalla hann tilbaka núna í sumarklökunum? Nei, ekki með hann en að spila alla leiki þú veist, þá verðum við að hugsa, þú veist, það væri næs að hafa hann og engin spurning það væri gott að fá hann en þú veist, við getum ekki, þú veist, við verðum að reyna að sjá einhvern veginn aðeins lengra heldur bara daginn á morgun. Fyrir þróun hans sem fótboltamanns þá er þetta Eyjaverkefni fullkomið og við munum ekki kalla hann tilbaka, við munum þó bara spila ungu leikmönnum ef að svo ber undir. Sigurpáll byrjaði seinasta leik gegn Þór í 3-3 jafntefli, nú kemur Halldór aftur inn í markið, bara hvað svona veldur aftur markmannsbreytingunni? Mér fannst bara, þú veist, þegar að ég geri breytinguna á móti Þór, þú veist, þá fannst mér Spalli eiga skilið að fá leik. Þú veist, ég var ekkert endilega, þú veist, að hugsa það að hann ætti að spila 10 leiki í röð, þú veist, þetta var ekki þannig að Dóri væri búinn að missa stöðuna til frambúðar, þú veist, Spalli spilaði þann leik. Það var ströggl í fyrri hálfleik og þú veist, svo vann hann sig frábælega inn leikinn. Þú veist, svo kemur bara Dóri inn í dag og þú veist, var virkilega góður, gríðarlega ánægður með hann, frábær á boltanum. Ég held að þetta sé síðan hann kom í KR, langbesti leikur hans á boltanum. Reyndi ekkert mikið á hann í markinu og hann gerir bara vel það sem hann þurfti að gera en þú veist, bara virkilega ánægður með hann og þú veist, auðvitað, þú veist, kannski högg fyrir hann að fara á bekkinn í síðasta leik en þú veist, menn ekkert endur að því hvernig þeir eru þegar það gengur vel, heldur hvernig þeir eru í mótlæti og þú veist, hann svaraði því flott í dag. Glugginn núna opnar fyrir næsta leik og Jason Daði þá gjaldgöngur. Hvernig hefur hann komið sér inn í hlutina? Hann hefur bara komið frábærlega inn í hópinn og er óðum að komast í toppform. Við erum bara gríðarlega ánægðir með að fá hann bæði sem leikmann og persónuleika. Takk fyrir.